Fjórði liður stjórnsýslubreytingar 2021 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í samstarfssáttmála bæjarstjórnar frá 22. september 2020 kemur meðal annars fram að bæjarstjórn ætli að einfalda stjórnsýslu og sameina svið. Markmiðið er að einfalda stjórnkerfið og bæta þjónustu við notendur. Ennfremur markmiðið með stjórnsýslubreytingunum að hagræði rekstri vegna stöðu bæjarsjóðs og áhrif á COVID-19. Sá vandi kallar á sameiningu sviða, fækkun og einföldun verkefna. Í áframhaldandi vinnu verður tekin afstæða til verkefna sem ekki eru lögskyld og metið rækilega hvort Akureyrarbær eigi að sinna þeim verkefnum áfram. Samhliða skipulagsbreytingum verða stjórnarhættir rýndir hjá Akureyrarbæ í heild sinni A- og B-hluta og öllum steinum snúið við með það að markmiði að lækka kostnað sem hluta að framtíðarsýn bæjarstjórnar sjálfbæran rekstur og að snúa vörn í sókn. Meðfylgjandi er tillaga öðrum áfanga stjórnsýslubreytinga hjá Akureyrarbæ. Fyrsti áfanginn að einföldun stjórnsýslunar var sameining fjölskyldusviðs og búsetusviðs í velferðarsvið sem tók gildi síðustu áramót. Þriðji áfanginn eftir frekari greiningavinnu verða breytingar á umhverfis- og mannvirkjasviði. Tillagan lýtur að fækkun sviða eitt og breytingum á verkefnum. Ekki er ólíklegt að eitthvað muni þó taka breytingum í ferlinu, en þó ekki á skipuritinu sem fram er hér lagt. Bæjarstjóri og viðeigandi sviðsstjórar munu fylgja eftir og bera ábyrgð á þessum breytingum. Að þessum tillögum hafa bæjarfulltrúarnir Halla Björk Reynisdóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Hlynur Jóhannsson unnið í samvinnu við fulltrúastrategíu þar Guðrúnu Ragnarsdóttur, Helgu Hlín Hákonardóttur og Margrétu Sanders ásamt Huldu Sif Hermannsdóttur, aðstoðarmanni bæjarstjóra og undirritaðri. Ráðgjafar áttu á undirbúningstímanum samtöl við alla sviðsstjóra og forstöðumenn og byggir tillaga þeirra og okkar sem lagðir hér fram í dag að nýju skipuriti meðal annars á þeim samtölum. Tillögur þessar hafa verið ítarlega ræddar í bæjarráði og voru samþykktar þar síðastliðinn fimmtudag. Meðfylgjandi mynd sem er hér varpað upp er af þeirri tillögu sem lögð er fyrir til breytingar á skipuriti Akureyrarbæjar. Helstu tillögur eru þær. Samfélagssvið verður lagt niður og munu verkefni þess deilast niður á fræðslu og lýðheilsusvið, velferðarsvið og þjónustu- og skipulagssvið. Sviðsstjóri fræðslusviðs verður sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs. Ástæðan fyrir þessari breytingu er mikilvægi þess að hafa þessa nátengdu málaflokka saman og skipuleggja starfið út frá því. Skipulagssvið verður lagt niður sem sjálfstætt svið. Þjónustu- og skipulagssvið er nýtt svið. Þar verða ákveðnir þættir innri og ytri þjónustu við íbúa færðir á einn stað ásamt skipulagsmálum sem eru með þessari breytingu skilgreind sem þjónusta við íbúa og stefnumótun til framtíðar. Þróun Akureyrarbæjar til framtíðar og menningarmál verða hluti af ytri þjónustu og þessu nýja sviði. Akureyrarstofa í þeirri mynd sem hún er í dag verður lögð niður og verkefni hennar munu færast á þetta nýja svið. Í nútíma samfélagi er sífellt meiri áhersla á þjónustu við íbúa og upplýsingagjöf sveitarfélaga. Skipulagsmál snúa sömuleiðis að miklu leyti upplýsingagjöf og þjónustu við íbúa. Mikil samvinna hefur verið með skipulagssviði og Akureyrarstofu síðastliðin ár sem hefur reynst sérstaklega vel. Sameiningu upplýsingagjafar, atvinnumála og skipulags gefur því einstakt tækifæri til að horfa á skipulagsmálin til framtíðar og framþróun Akureyrarbæjar. Með þessu er líka viðhaldið mörkum á milli framkvæmda og eftirlits byggingafulltrúa sem er afar mikilvægt. Sviðsstjórastarfið verður auglýst á næstu vikum. Stjórnsýslusvið verður lagt niður og skiptast verkefni þess á mannauðssvið og þjónustu- og skipulagssvið. Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs verður sviðsstjóri mannauðssviðs og verður sérstök áhersla lögð á mannauðsmál. Störf verða rýnd og starfsmannavelta nýtt til þess að fækka störfum eins og kostur er og unnið markvisst að fækkun veikindadaga með fræðslu, virkri mannauðsstefnu og vellíðan á vinnustað. Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs verður sviðsstjóri mannauðssviðs. Fjársýslusvið verður óbreytt með sama sviðsstjóra. Aukin áhersla verður sett á eftirlit með áætlunum, áætlunargerð og virka upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa. Velferðarsvið verður óbreytt með sama sviðsstjóra enda nýbúið að vinna umfangsmiklar breytingar þar. Áfram verður unnið að hagræðingaraðgerðum sem lagðar voru til í úttekt Haraldar Líndar Haraldssonar á rekstri málaflokks fatlaðra.
Breytingar á umhverfis- og mannvirkjasviði verða kynntar síðar eins og áður sagði. Skipulagsbreytingar taka gildi áramót en framkvæmd breytinga hefst á haustdögum en undirbúningur nú þegar hafinn. Breyta þarf starfslýsingum og fleira og flutningar milli hæða og húsa hefjast strax eftir sumarfrí. Samhliða stjórnsýslubreytingunum þarf að breyta kjörnum nefndum sveitarfélagsins. Þeim mun fækka 2, frístundaráð og stjórn Akureyrarstofu. Gert ráð fyrir því að málefni stjórnar Akureyrarstofu færist til bæjarráðs. Málefni frístundaráðs færast undir fræðsluráð sem mun þá bera heitið fræðslu- og lýðheilsuráð. Setja þarf tillögu breytta nefndaskipan á dagskrá bæjarráðs og vísa til bæjarstjórnar til samþykktar. Leið þarf að samþykkja nýja formin á nefndamenn í bæjarstjórn og gert ráð fyrir að þessar breytingar á nefndaskipan og tilfærslu verkefna milli ráða verði gerð strax á haustdögum. Markmiðið lækkun kostnaðar verði meðal annars náð með því að innblýna á lögbundin verkefni og leggja enn frekari áherslu á innleiðingu rafrænar stjórnsýslu með þessum skipulagsbreytingum. Þá liggur það fyrir að lækka þarf launakostnað innan sveitarfélagsins sem alltof hár. Almennt hægt að gera ráð fyrir því að launakostnaður starfsmanna sé í kringum 10 milljónir og gert ráð fyrir því að með þessum breytingum sem lýst hér að ofan að sparnaður geti orðið í það minnsta 80 milljónir á ársgrundvelli en rétt þó að geta þess að sparnaðurinn kemur ekki fram endilega strax. Enn fremur verður að gera ráð fyrir þeim breytingum sem verða innan 4 ára á húsnæðismálum samkvæmt þeim áætlunum sem nú liggja fyrir. En þar gert ráð fyrir að í kringum 100 milljónir króna árlegu sparnaður verði að því að byggja við ráðhúsið og þar með sameina skrifstofur sveitarfélagsins á einn stað og hætta að leigja af þriðja aðila út í bæ. Nú þegar hönnunarsamkeppni viðbyggingu við ráðhúsi hafin og ættu tillögur að liggja fyrir á næstu viku. Til viðbótar verður að gæta fyllsta aðhalds í hvívetna og huga að lækkun kostnaðar alls staðar í kerfinu og nýta öll tækifæri sem gefast til þess að hagræða í rekstrinum. Ég legg fram þessa tillögu til umræðu og samþykkt. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að fagna að við séum komin á þennan stað, að við séum að taka þessar breytingar hér til samþykktar. Ég á því að þetta verði okkur bæði til framdráttar á þann veg að það mun spara okkur fjármagn og líka muni þetta auka skilvirkni verulega innan kerfisins. Nú hef ég setið í fræðsluráði síðustu mánuði og það hefur verið mín sýn að frístundaráði síðustu mánuði og það hefur verið mín sýn að þar sé mikil samlegðar áhrif með fræðslusviði. Það eru mörg verkefni sem að koma inn á bæði þessi svið, þannig að ég held að það muni flýta ferli í svona verkefnavinnu að sameina þessi svið. Ég mjög spennt fyrir þessari nýbreytni að vera með þjónustu og skipulagssvið og þetta eitt af því sem við margrætt hér að við viljum vera með mjög góða þjónustu alls staðar í kerfinu og þó ekki síst á þessu sviði snýr að skipulagsmálum. Þannig að ég mjög spennt að sjá hvernig tiltekst varðandi það. Ég líka mjög ánægð að sjá að það á að leggja áherslu á mannauðsmálin og ég held að fyrirtæki og stofnanir séu í síauknum mæli að átta sig á mikilvægi þess að sinna mannauðnum vel því að við sem stofnun eða sveitarfélag eða jafnvel fyrirtæki þau ekki neitt án mannauðs þannig að ég er mjög ánægð að sjá að þar ætlum við að leggja mikla áherslu. Auðvitað eru einhverjir þættir sem við erum ekkert öll hér sammála Ég hefði viljað sjá sumt öðruvísi en í heild sinni ég bara virkilega ánægð með þessa niðurstöðu og mjög spennt að sjá hvernig við náum að vinna áfram að málum.
í mínum huga þetta bara eitt af okkar fyrstu skrefum í því að ná sjálfbærni í rekstri og við munum bara halda áfram að vinna að því verkefni. En já, ég held ég láta þetta bara duga, Bili. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt og bæjarfulltrúi Eva koma hérna upp og lýsa ánægju minni með að við erum komin á þann stað sem við erum í dag. Það er að segja að samþykkja hér breytingu á stjórnskipulaginu okkar og þær breytingar sem að bæjarstjóri kynnti hér að framan. Ég held að þetta sé í rauninni mjög í anda þess sem að meirihlutasáttmáli þessara bæjarstjórnar sem nú situr. Við settum okkur það að einfalda stjórnsýslu og sameinast við og þarna erum við í rauninni að uppfylla það skilyrði. Ég er sammála að ég held að við getum með þessu líka náð meiri skilvirkni í reksturinn, við getum og ætlum okkur að auka þjónustu og það er ýmsir þættir sem í þessum meirihlutasáttmála okkar sem inni koma inn í þessa vinnu. Ég vil bara svona lokum af því að bæjarfulltrúi greindi frá því að ég og bæjarfulltrúi Halla og bæjarfulltrúi Hlínu hefur komið aðeinslega vinnu. Við sátum fundi með þessu fólki sem að segja staðgentíu sem að vann þetta fyrir okkur og þeirra Ásthilda bæjarstjóra og aðstofakonu hennar Hildur Sifjar. Marga fundi þessi mál og ég vil bara fá að nota tækifæri hér til að hrósa þeim fyrir þeirra vinnubrögð og þakka þeirra vinnu. Þetta er búið að vera svolítið flókið ferill og þetta er ekkert alltaf einfalt að fara í svona skipulagsbreytingar en þessir starfsmenn hafa unnið afskapalega gott starf að mínu mati og ber að fagna og hrósa. Svo það sé nú sagt. En ég er bara mjög sáttur við þessar breytingar sem við erum að gera og við ætlum náttúrulega til þess að þetta muni bæði einfalda stjórnsýslu, verðandi hagkvæmni og að sjálfsögðu að spara fjármuni þegar til lengri tíma litið. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem nú upp bara til þess að segja frá því að ég er ánægð með þessar tillögur. Ég held að séu mjög vel ígrundaðar og tek undir þakklæti til þeirra sem hafa borið hitann og þungan af þessu sem eru þetta bæjarstjórinn okkar Ásthildur og hennar teymi. Þannig að ég held að þetta sé mjög vel unnið, það er góð og mikil hugsun lögð í þetta. Það eru þarna hlutir sem eru ákveðin nýbreytni og verður bara spennandi að sjá hvernig kemur út. Ég ætla að segja að ég fagna mjög sameiningu fræðslu og lýðheilsu sviðsins okkar að ég held að sú ákvörðun muni reynast okkur mjög vel og muni hjálpa okkur að samþætta miklu betur þá miklu þjónustu sem við erum að veita börnum á Akureyri utan við skólakerfið. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því og það er ýmislegt annað þarna sem ég held að sé bara mjög gott. Og ég vil bara svona rétt minnast á það að ég er mjög ánægð með það að við skulum fara í þessar stjórnkerfisbreytingar sem má segja kannski fyrsta viðbragð við og okkar svona stærsta viðbragð við því hvernig mál hafa þróast í rekstri sveitarfélaga í kjölfarið á verðskuldum launahækkunum okkar starfsfólks. Það hlaut auðvitað að þurfa eitthvað að breyta ef við ætlum að bæta kjörin og ég er mjög ánægð með að sjá okkur fara inn í svona yfirbygginguna til að byrja með og hagræða þar. Þannig að ég er gríðarlega sátt við þetta. Við eigum auðvitað eftir að sjá betur hvernig við ætlum að hafa menningamálin og má segja kannski pólitíska umræðu þau. Ég er ekkert viss að það er best heima í bæjarráði til framtíðar en við munum auðvitað og bæjarráð sem stjórnkerfisráð líka bæjarins, þá er það gott að fá þetta þarna inn til þess að við getum betur átt á okkur á því hvar er raun og veru á þetta best heima. Þannig ég held að sú ráðstöfun sé allavega tímabundið bara mjög góð og svo hef ég auðvitað líka haft ákveðnar áhyggjur af umhverfismálunum og við förum auðvitað í það betur þegar við tökum eins og bæjarstjóri sagði frá umhverfis- og mannvirkja
málin fastar tökum í kjölfarið, þannig að þetta eru svona auðvitað teikna maður ekki upp svona breytingar og það er bara allt svona fast njörvað. Mér finnst mjög eðlilegur hlutur á svona breytingum, það er að segja að sumt þurfum við aðeins að sjá til hvernig við lendum til framtíðar. Þannig að ég get sagt bara ég er greiðlega ánægð með þetta og hef í raun ekkert út á þetta mál að setja. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir í loki málsins, ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líkt á aðrir að ég taka undir þakkir fyrir gríðarlega mikla og góða vinnu til Ásthildar og hennar teymis. Ég var svo heppin að fá að vera í þessum svona undirbúningshópi sem var bara svona rétt til þess að horfa á og fylgjast með og koma ábendingar. Við lögðum upp með, ef við skulum segja, stjórnsýslubreytingarnar sem var farið í 2017. Við erum til þess að, við þurftum að endurskoða þetta eða halda áfram í raun að rýna þær 2018 þegar við þessi meirihluti tekum við. Og þá var strax farið í að reyna að sameinna og á endanum sameina í velferðarsviði, það er að segja búsetu og fjölskyldusvið. Og þetta er síðan næsta skref að klára hvernig ætlum við svo að sjá þetta til framtíðar og þarna horfðum við fyrst og fremst til þess og við í bæjarstjórn voru sammála að horfa til þess að við erum ekki að gera hlutin á 2 stöðum, það er að rýna kerfið eins og er og við séum að þá að bæta okkar ferla og mögulega fækka þeim sem að vinna eða við séum ekki að vinna hlutin á 2 stöðum, það er að segja. Nýta betur það samstarf sem við eigum við SSNE og aðila þar og á hvaða sviði þeir eru að vinna og hvort við erum þá mögulega að gera sömu hlutina inn í kerfinu. Og þetta er niðurstaðan skipuréttið eins og það liggur fyrir núna og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sólveig Björk að það er ekki allt niður njörvað. Við þurfum að fylgjast alltaf vel með því núna fyrsta árið hvernig til tekst. Við erum að búa til alveg gríðarlega stórt svið sem er fræðslu og lýðheilsusvið. Það sem verður alveg svakalega mikið undir og mikill hluti af okkar fjármagni verður þarna á einu stóru sviði og við ætlum að setja eina nefnd yfir það sem við höfum eftir að sjá hvernig gengur. Hvernig bara tínast einhver mál inni eða náum við í raun að svolítið að lína fundi nefnda og hvaða mál koma inn á fundi og svo framvegis. Það er ýmislegt sem við höfum eftir þó við séum komin vel á veg að það er að sjá hvernig þetta tekst og menningarmálin eins og einhver kom inn á verða sett undir bæjarráð og það á eftir að koma í ljós hversu vel heppnið aðgerð það er og þetta þarf bara að skoðast í framhaldinu. Það má líka nefna að það er gert ráð fyrir með útvistun Hlíðarfjalls að þá verði stjórnin lögð niður og verkefni sett undir bæjarráð sömuleiðis. Þannig að við erum komin alltaf mikið af málum undir bæjarráð sem hefur svo sem alltaf verið stór nefnd og hún fundar líka vikulega en svo erum við búin að bæta töluvert miklu á þetta fræðslu og lýðheilsu ráð. Og það var svolítið eftir að koma í ljós hvernig til tekst með það. En ég er alveg gríðarlega ánægð með að við skildum og séum komin á þennan stað og við reyndum öll að hugsa, gerum frekar meira en minna í þessu skrefi og bökkum þá frekar ef það er eitthvað sem vantar. Það er svo auðvelt að koma einhverju á aftur heldur en að vera að taka smá saman, einhvern veginn búta þetta niður seinna mér. Þannig að við erum að stíga töluvert stórt skref og við stígum risaskref í átt til sjálfbærni með því að skila öldrunarheimilunum. Þetta skilur okkur einhverjum ávinningi fjárhagslega og á eftir að gera enn frekar þegar eins og bæjarstjóri kom inn á hér áður í ræðu sinni þegar við förum í að skoða ráðhúsið og stjórnsýsluna og koma henn á eitt stað, þá getum við mögulega spara enn frekar og líkt og ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Yfirhund þegar við tala mannauðssviðið og það verið sérstakt svona svið þvert á sé mikilvægt af því við erum að glíma við inn í kerfinu mjög mikil veikindi og þar liggja alveg gríðarlegu fjármunir og ef við getum með einhverjum ráðum náð utanum mannauðinn betur og þannig að það drægi úr veikindum þá er til mikils að vinna. Þannig að ég segi bara við okkur öll til hamingju að við erum komin á þennan stað og ég bara hlakka til að ég taka þátt í að fylgjast með og þróa þetta enn frekar á árinu sem eftir er.
Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við sammæltumst það í þessu samstarfi eitt af stóru verkefnunum okkar væri að horfa til sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins og þar nú ansi stórt gat. Þetta kannski einmitt eitt skrefið í því ferli. Það hefur örugglega verið hægt að koma fram með 15-20 fínar tillögur. Þetta ferli hefur leitt okkur að þessari tillögu sem að ég mun styðja og styð og vil þakka eins og aðrir hafa þakkað bæjarstjóra og strategíu og öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu. Svona breytingar eru aldrei einfaldar eða auðveldar hins vegar. Hvort sem eru þessar breytingar eða aðrar breytingar sem eru til þess fallnar að draga úr kostnaði. Þannig að það svona, við gerum okkur öll grein fyrir því. Mér finnst spennandi verkefni þetta þjónustu- og skipulagssvið. Ég held að upplýsingagjöf og samskipti við íbúa séu gríðarlega mikilvæg og einmitt þvert á svið, ekki bara innan eins sviðs, að því ég nú formaður stjórnar Akureyrarstofu sem að vera lögð niður, að þar undir eru atvinnumálin sem að ég held að bæjarfulltrúi Halla Björk hafi réttilega bent á að SSNE eða stjórn samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar hefur stigið stórtæk skref í því að móta stefnu og vinna sameiginlega að framfaramálum í atvinnuþróun á okkar svæði og ég tel eðlilegt að gera það í samstarfi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. Þrátt fyrir það að auðvitað eins og við erum að móta atvinnustefnu þarf að segja hvernig við ætlum að skipuleggja okkar þjónustu gagnvart atvinnulífinu hins vegar annað mál varðandi kerfið okkar og þar kannski fókus við hér. Síðan það þetta Markastofa Norðurlands að því að ferðaþjónustumálin eru innan stjórnar Akureyrarstofu. Þar Markastofa Norðurlands að vinna mjög mikilvægt starf. Breyti því ekki auðvitað að Akureyrarbær hins vegar töluvert í mikilli ferðaþjónustu þannig að við þurfum að halda þetta vel á spilunum þar. Og síðan það menningamálin og það kannski helst þau eins og bæði bæjarfulltrúi Halla Björk og bæjarfulltrúi Sóley hafa nefnt að maður svona ennþá hugsi yfir því hvort að menningamálin séu best fyrir komið innan bæjarráðs en einhvers staðar þarf að byrja og við getum aðeins séð hvernig bara reynslan verður af því, viljum við stofna sérstakt menningarráð á einhverjum seinni stigum og svo framvegis. En ég tel líka að við sem bæjarstjórn séum virkilega að horfa líka í eigin barm. Við erum að leggja niður 2 ráð og auðvitað eins og var að minnsta kosti rættum á bæjarmálafundi hjá okkur og þá var svona ákveðnar áhyggjuraddir hvort það væri þá að fækka verulega þeim sem tæki með beinum hætti þátt í nefndum og ráðum og pólitískri umræðu á vegum sveitarfélagsins. Bara eðlileg vangavelta þegar að það fækkar þar. En hins vegar þá teljum við að við þurfum líka sína ábyrgð og við meðal annars fristum laun bæjarfulltrúa, fækkum nefndum þannig að það ekki eins og bæjarfulltrúa hafi ekki verið reiðubúnir að horfa á eigin hluti í þessu öllu saman. Bara svona ágætt að koma því á framfæri. Og mér finnst það skipta máli. Og mér finnst það sem ég ábóðslega ánægð með í þessari bæjarstjórn með hvað við erum samstiga í þessu að reyna að leita lausna til þess að horfa fram á sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins sem gríðarlega mikilvægt og þetta 5 ára plan. Þetta fyrst þessi rekstur hjúkrunarheimila var 1 skref. Þetta annað skref. Úttekt á málflokki fatlaðra var annað skref. Að skoða umhverfis- og mannvirkjasvið annað skref. Og mér finnst við að gera þetta skynsamlega, faglega og yfirvegað með þetta 5 ára plan fyrir augum vegna þess að við þurfum líka að horfa til þess hvernig ætlum við að blása til sóknar, hvernig ætlum við að halda utan gæðin og verðmætin og samkeppnishæfni sveitarfélagsins á sama tíma og við erum að brúa svona svakalega mikið bil í rekstri bæjarins. Og þess vegna kannski ánægilegt að hafa upplifað dag eins og í dag, þar sem við vorum nú mörg sem mættum hérna á fyrstu skóflustungu, þar sem að krónan að koma, það verið að byggja flugstöð og flughlað, það eru fleiri uppbyggingaverkefni hérna á svæðinu, þannig að á sama tíma finnst mér ég upplifa að við séum með svolítið vindin í seglunum og við eigum bara töluverð tækifæri til þess að halda áfram að vaxa og blómstra. En ég vildi bara aðalega koma upp, segja að ég styði þetta, mér finnst þetta auðvitað ekki auðvelt og ég held að engum sem að koma að þessi verkefni finnist þetta auðvelt eða einfalt. Mér finnst mikilvægt að það komi fram að fólk, þetta ekki eitthvað sem maður sest og segir bara, smelli bara fingurum og finnst hlutirnir ekkert mál. En við erum komin að þessari niðurstöðu, ég ánægð með okkur í því og ánægð með hvernig við erum að vinna þetta
og enn og aftur þakkir til Ásthildar og hennar fólks og ég vona að þetta eigi eftir að vera farsælt og að við höfum bara kjark og þor til þess að aðlaga þær breytingar sem það lærdómsferli sem við munum fara inn í kjölfar breytingana, að við verðum heldur ekkert óhrædd við að bakka úr eða breyta ef að reynslan sýnir okkur að þörf sé á því. Þá bæjarfulltrúi Hilda Jóna Gísladóttir lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, bara aðeins til að bæta við af því að bæjarfulltrúi Halla talaði að verði setja verkefni á bæjarráð og auðvitað það þannig að við þessa skipulagsbreytinga mun verksvið bæjarráðs aukast að einhverju leyti, en ekki síður það mikilvægt að bæjarráð taki inn reglulega yfirlit yfir stöðu á þessum breytingum með bæjarstjóra, þannig að við förum ég myndi segja bara mánaðarlega verði gert ráð fyrir því að bæjarráð fái svona úttekt á því hvernig staðan á þessu máli er. Þetta er mjög mikilvægt að við getum verið vel upplýst hvernig gangur mála verður í þessum breytingum. Þannig að því sé til haghalda og við munum skipuleggja það í bæjarráði. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni, orðið er laust. Sem fleiri ekki hvað sé slóð, þeir geta samþykkt þessar stjórnsýslu breytingar, gefur merki. Það er 11. Takk fyrir það.